Komið sæl. Nú ætlum við að snúa okkur að nokkuð sem heitir einslögun og þið fáið 2 kafla til að æfa ykkur í því. Við skulum byrja að kíkja aðeins á hvað einslögun er. Nú, einslögun er heiti yfir myndir sem kallast einslaga og það þýðir að myndir eru bara eins í laginu. Þaðan er orðið komið, einslögun. Og í myndum sem eru einslaga, eins í laginu, að þá er talað um einslægar hliðar og það er það hliðar sem eru sambærilegar að liggja á sama stað í myndinni. Þannig að við sýnum það hér að til dæmis hliðarnar sem merktar eru A og X, þessar rauðu, þær eru einslægar í þessum 2 rétthyrningum. Og sömuleiðis þá B og Y, sem eru bláu hliðarnar, þær eru líka einslægar. Og svo að sjálfsögðu gæti ég líka haldið áfram og nefnt hægri hliðarnar í báðum myndum eða topp hliðarnar í báðum myndum. En aðalatriðið er, og þetta er nokkuð sem þið ætlaði að notfæra ykkur í mörgum dæmum núna í nánustu framtíð, og það er að hlutfall milli einslægra hliða er jafnt. Og þetta getum við skoðað með því að skipta út bókstöfunum A, B, X og Y og setja tölur í staðinn og sjáum hvað gerist. Og hér erum við 2 rétthyrninga, annar er stærðinni 6x15 og hinn er 2x5. Og þeir eru eins í laginu vegna þess að ef ég tek hliðarnar, þessar rauðu, sem eru einslægar hliðar, og ég skoða hlutfall þar á milli, semst 6 á móti 2, að það hlutfall er jafnt og 3. Og hókus pókus, ef ég tek núna bláu hliðarnar og skoða hlutfall þar á milli, því það eru líka einslægar hliðar, þá kemur að samaskapi út 3 aftur. Og fyrst að þetta gerist, að þá get ég sagt að myndirnar, rétthyrningarnir 2, að þeir eru eins í laginu eða eins laga. Og þetta er mikilvægt atriði, þess vegna er það í bleikum kassa og þess vegna er ég búin að segja það núna 3 á stuttum tíma og gott fyrir ykkur að vita það. En áður en við snúum okkur að dæmum það sem við notum þetta, og þá ætla ég að leyfa mér að skjóta því hérna á milli hvað einslæg horn eru. Það eru rétt eins og einslægar hliðar. Það eru það horn sem að liggja á sama staði í mynd. Hér er til dæmis búið merkin með rauðu horni, 2 horn sem eru einslæg. Bláa hornin á þessum 2 myndum eru sömuleiðis einslæg og líka þessi grænu. Og hvað haldið að gildi einslæg horn? Jú, rétt hjá þér, að þau eru alltaf jafn stór. Það er að segja, ef myndirnar eru einslægar, þá getið þið sagt við ykkur sjálf, aha, þessi horn hérna eru jafn stór, til dæmis grænu hornin. Eða ef það kemur fram að öll hornin í þríhyrningnum eru jafn stór, þá getið þið sagt, aha, þríhyrningarnir eru eins laga. En skoðum aðeins betur þetta hlutfall sem var á síðustu glæru, og þetta eru mjög algeng og klassísk verkefni sem við komum til með að leysa, skemmtileg prófadæmi og allt það fram eftir götunum. Ég ætla að sýna ykkur núna að minnst að 4 mismunandi leiðir til þess að finna stærðina á þessari hlið sem merkt er X. Nú vissulega eru tölurnar kannski frekar þægilegar hér í þessu dæmi, þannig að sumir geta séð strax hvað X er þetta að vera. En þið fáið ekkert alltaf svona þægilegar tölur, þannig að það er ágætt að kynna sér og læra einhverjar aðferðir við þetta. Ég ætla að sýna ykkur núna 4 mismunandi aðferðir. Og fyrsta aðferðin hún er svona að ég nýti mér það að hlutfall milli einslægra hliða er jafnt. Það er að segja, ég get byrjað að skrá hlutfalli milli rauðu hliðana, sem er það 2 á móti 12. Það er 2 deilt með 12, eins og ég er búin að gera hér. Og það á að vera jafnt og hlutfalli milli bláu hliðana. Vegna þess að myndirnar eru einslaga, það er gefið. Nei, það er hérna sem það er gefið, myndirnar eru einslaga. Allavega, það er gefið í dæminu. Þess vegna get ég nýtt mér þetta hlutfall. Nú hér erum við 2 brot sem eiga að vera jafngild og þá horfi ég bara á með hverju er búið að lengja brotið. Því að ef ég get lengt eða stytt brot þá fæ ég út annað sem er jafngild. Þannig ég get hugsað að 12 sinnum hvað er jafnt og 30 og komist að því með smá pælingu að 12 sinnum 2,5 er jafnt og 30. Þá veit ég að ég þarf að lengja með 2,5 uppi, alveg svo ég lengi niður með 2,5
og þannig fæ ég hvað x-ið er og það er sem sagt hvorki meira en minna en 5. Þannig að hliðin sem merkt er x hérna á myndinni og hún er 5 til þess að myndina teljist vera einslaga. Þetta var eina aðferð. Ég lofaði að sýna ykkur 4, þannig ég ætla ekki að svíkja það. Hér kemur þá aðferð númer 2. Aftur er spurt hver er stærðin á hlið sem merkt er x, gefið er að myndirnar eru einslaga. Aftur ætla ég að núna setja upp að hlutföll milli einslagra hliða eru jöfn og þegar ég leist það svona og ég get kannski sagt ykkur að þetta er svo aðferð sem ég nota oftast sjálfur, að ég byrja á að velja þá mynd sem er með óþekktu hliðin í, sem er það hérna megin, og ég byrja á að setja x-ið fyrir ofanstrygg, hérna. Og þá kemur sambærileg hlið í hinum þríhyrningnum fyrir neðan strygg sem er þá 30. Og fyrst að ég var með x-ið fyrir ofanstrygg, sem er þá þessi mynd, og þarf tvisturinn líka að vera fyrir ofanstrygg hinum megin. Og þannig fæ ég aftur þessi 2 jafngildu brot hérna. En í staðinn fyrir að hugsa eins og áðan með hverju er búið að lengja brotið, þá ætla ég að fara aðeins öðruvísi að og leysa þetta eins og algebrujöfnu. Ég semst einfaldi jöfnuna með að reikna hvað er þetta hérna mikið. Því ég get það, þetta eru bara tölur. Og skipti því út og þá lítur jafnan út svona. X deilt með 30 er jafnt 0,1666666 fullt af aukastöðum. Og eins og ég sagði ykkur í einhverju myndbandi áður að ef þið fáið í skjáin á vasareikninum fullt af aukastöðum, ekki endilega hreinsa skjáin. Því næsta skref það sem við ætlum að gera er að einangra x í jöfnunni og ég veit við erum búin að gera það oft í algebrunni. Þannig að ég ætla að færa núna 30 hérna yfir, eða margfalda með 30 báðum megin. Og ef ég geri 0,1666666 inn í 30 og hinum megin styttst út teljarinn og nefnarinn, þá fæ ég að x er jafnt og 5. Og sjálfsögðu sama svar og með hinni aðferðinni bara aðeins öðruvísi hugsunarháttur. Og svo kemur þriðja leiðin. Aftur sama dæmið, sömu tölurnar. Hlutföll milli einslagra hliða eru jöfn, þannig ég get reiknað hvað gerist ef ég tek rauðu hliðarnar og byrja bara á þeim. 12 deilt með 2, það eru 6. Þannig að þá veit ég að sama á að gilda hinar einslægu hliðarnar. Það er að segja 30 deilt með x verður líka að vera 6. Og að því þetta eru svona nokkuð þægilega tölur, þá get ég reiknað í kollinum 30 deilt með hverju er jafnt og 6. Jú, mikið rétt, 30 deilt með 5 er jafnt og 6. Og svo að lokum, 4. og síðasta aðferðin. Sama dæmið, spurt er stærð hliðarinn sem merkt er x. Myndirnar eru einslaga. Og að því að tölurnar eru þægilegar hér, þá get ég séð að rauða hliðin í litla þríhyrningnum, og hún er 6 sinnum minni en þessi stóra rauða. Og það sama verður þá að gilda að x hliðin í þessi bláa sem er að leita eftir, hún verður líka að vera 6 sinnum minni en stóra bláa hliðin, sem er þá 30. Og eitthvað sem á að vera 6 sinnum minna en 30, þá deili ég bara með 6, og þá kemur í ljós að x-ið er enn og aftur 5. En þessar aðferðir sem eru númeraðar 1, 2, 3 og 4, þá myndi ég segja að aðferð 1 og 2 eru kannski svona gagnlegastar, en 3 og 4 er hægt að nota ef að tölurnar eru svona tiltölulega þægilegar. En þið svo sem ráðið hvað aðferðir noti hverju sinni, og aðalatriðið er að þið getið leyst svona dæmi, því að þið fáið all nokkur til að æfa ykkur á. En takk fyrir mig og gangi ykkur vel.